Þá segi ég bara komið sæl blessuð, mamma er að staupi sig einum gulum klaka. Skál, Skál! gaman að vera með þér. Sömuleiðis og Stefán er með okkur Og eins Stefáni, alltaf. bara maður gleymi sér, það er svo langt síðan síðast. Já, við náttúrulega vorum með jólaþátt, tókum upp nýjarstátt en við sendum hann til hlaðvarps himnaríkja. Já, Og svo erum við ekki búin að gera neitt fyrir núna. Þannig að bara takk fyrir að hlusta á okkur núna. Það er febrúar. já, Sími minn er alltaf að segja mér hvað er kalt úti. já. Það er óþolandi. Mér finnst þetta æðislegt. Að vita hvað er kalt úti. Já. Þá veit ég nákvæmlega hvernig ég á að klæða mig. Mér finnst þetta mjög þægilegt. Hvort að mér er svo óhætt að fara í sund eða ekki. Hvenær er og ekki óhætt að Ég vera segi sund? svona Hvað er það kaldasta? 7 gráður og vindur, þá sleppi ég að fara. Ókei. Já. Já, ég fór daginn í sund og þú veist, maður verður að vera með sundhettu ef að Já, og það er frost. já. Þetta Það er munar miklu, Freeze, sko. já. En En hvernig er nýja ári búin að fara í þig? Það byrjaði vel hjá mér. það byrjaði vel hér. Byrjum á þér bara. Já, ég Það, myndi bara að segja, ég er náttúrulega eins og vanlega bara. já, En bara, ég mér finnst það bara gott að byrja þetta ár. Já. Þá að byrja það. gott. En þú ert nú búin að vera í einhverju ströggli í svolítið tíma. Já. Ég sko eiginlega bara síðan í svona miðja nóvember þá er ég búin að vera með svona ógeðslega mikinn kvíða og fann fyrir svona depurð en var alltaf bara eitthvað þetta er bara kvíðakast, whatever, hélt áfram. Svo allt í einu er þetta búið að vinda upp á sig og bara á nýja árinu það bara leið mér hræðilega. Sprakk póki. Já, ruslapókin. Já, sem var orðinn svolítið stór. Já, Já. það bara flæddi og ég fekk bara svona, ég veit ekki, það má segja taugafall eða eitthvað. Já, það er svona kannski áttin að því. Já, þú veist, ég hef alltaf komist í gegnum þetta að vera svona rosalega kvíðin. Já. Það var við gert alls konar glóríur þegar ég fær kvíðakast og svona. Farið í planka Já, það Sem hjálpaði powerhead þér. upp Já, upp í loft. já, Og þegar ég held að ég sé að vera blind, þú veist, svona að identifya hluti sem eru í kringum mig og eitthvað svona. já, Þetta var svona ekki að virka og í kjölfarið þá kemur svona rosalega mikil depurð sem ég hef persónulega ekki svona upplifað almennilega. nei. Nei, þetta eru 2 fylgifiskar. Og við ætlum bara að vera við ætlum að bara vera svolítið hráar og Já, bara mér er bara, þú veist, mamma gaf mér tissue áhorfendur þið sjáu þetta er Euroshopper. já, það er mjög gott tissue. Cool. Já. En ef ég skildi fara að gráta því ég allt í einu get ég ekki hægt að gráta. Nei, Alltaf að gráta. já, En þetta er búið að vera svona bara brekka. já. En þú Ég er í veikindaleyfi í vinnunni og ég er hjá sálfræðing já, gott. og ég er geðlækni. Já, það er gott líka. Já, ég er mjög heppin. Það eru rosalega margir sem að geta þetta ekki. Nei, Það eru margar að byggja geðlækni. Það er ógeðslega dýrt að vera til sálfræðings. Ég er mjög heppin. Já. Ég verð að muna það líka, þú veist, að geta fengið alla þessa hjálp. já, Og svo á ég náttúrulega bara gott bakland. já, það skiptir máli. Já. Já. Þannig að og sálfræðingur minn er actually þú veist, hann er
fínn gaur. Já, Ég var svona svolítið komið ógeð af því sem þetta hugræna atferlismeðferð. já. Mér finnst þetta, mér er alltaf þótt þetta einhvern veginn algjört kjaftaði. Já, það er það ekki, en sko, þú veist, þetta nær, hvað sem það lærist langt og það nær, Já, og þá þarf maður að prófa annað. aðra leiði. Já, Og maður þarf að passa sig á að segja ekki alltaf, sko, þetta sé kjaftaði. 100%, já. Og ég bara veit þetta sjálf, af því að ég hef fljót að segja ef eitthvað er kjaftaði, sko, ef mér líst ekki á eitthvað, og vex mann í augum, Já, þá já, þetta ægild kjaftaði í augunum á manni. En svo aftur maður er búinn að fara í gegnum þetta og lítið tilbaka, já, heyrðu, þetta var nú ekki svona vitlaust sem var við að láta mann gera. Nei, einmitt. Þú veist. Já, hann hefur sko látið mig framkalla kvíðaköst í tímanum. Já, það er nú erfitt. Með því að, já, með því að ofanda dæmis og þá fæ ég svona tilfinningu að ég sé að lamast. Og náttúrulega það með því að tala það núna þá er ég að framkalla kvíðakastið. Já, já. En þú veist, og þá má ég ekki gera öll þessi svona bjargráð sem ég er með. Nei. Það er fáránlega erfitt. Ég held ég hef aldrei svitnað svo mikið á ævinni við það að sitja. Ég var bara, það var svo fáránlega mikið erfitt. Þú veist, ég ætti bara að sitja svona með hendurnar. Mátti ekki lyfta eða hreyfa puttana og eitthvað. En þú veist, í fyrsta tíma komst ég gegnum þetta, liði þetta af og puttarnir byrja strax að titra þegar ég er að gera þetta. Já, þetta ekki það núna. En já, þannig að ég er á góðri leið, en þetta er samt bara mitt. Þetta er brekka. Mjög erfitt. Já. Ég er mjög þakklát fyrir þig. Já, þakka þér fyrir. Og fyrir... Sömuleiðis, ég er fyrir þig. Já. Maður á að hafa vita því að segja það við sína nánustu. Og bara aðra í kringum að sem manni þykir vænt að eða þú veist að geta sagt tilbaka ef einhver segir eitthvað fallegt við þig. Já. Það er svo fyrir suma svolítið erfitt. Það er það. Já, ég á nú frekar öðvöld með það. En já, þú og Óli hafi verið mjög svona geggjuð eins og ég. Já. Nei, að hjálpa mér í gegnum þetta erfiða tímabil. Við þekkjum þig líka náttúrulega svo vel. Það sem að mér hefur fundist kannski erfiðast er að geta ekki farið úr rúminu. Já. Og ekki vilja fara að hitta fólk. Já. Það er svona mjög ólíkt mér. Já. Ég er ekki þessi típa sem að bara vil vera heima. Já, þá verður maður svolítið smeykur, sko. Þá ferð þú að vera smeyk mig. Já. Þegar það er ekki eðlilegt ástand. Þannig að... Og vilt ekki tala við mann. Þú veist, ég heyri sko þegar ég hringi þig og þá biður ég bara, sko, sem betur þegar ertu fann að gera það bara að segja ég þarf að fá, ég get ekki tala við þig núna, ég var time out. Og þá fer maður að hugsa, já, ok, ekki tala við núna, hvenær á ég að... Og það er erfitt að vita hvenær og maður bara hringir alveg logandi hræddur, hvort að það sé óhætt að hringja. Já. En ég vildi er það, sko, en ég skildi svo vel, sko, að já, það er erfitt að tala og sérstaklega svona krefjandi fólk eins og til dæmis mig. Ég get verið það. Þú getur alveg verið krefjandi. Ég spyr svolítið eins og skullarnir. Þú spyr alveg rosalega mikið einmitt, svona já, hvernig líður, og þegar maður er í svona upp og niður. Downward, svona, bara langt niðri, mjög langt niðri. Þegar einhver spyr svona, já, hvernig hefur það, hvernig hefur það í dag, og við erum nú komin með gott system, það er að segja bara 1 upp í 10. Já. En það er nefnilega þannig, þegar maður er spurður, hvernig hefur það í dag, þá finnst maður eigi bara að segja, ég hef það rosalega fínt í dag. Já, einmitt. Þú veist, af því að, sko, hvað heitir það, eða það sem er heimurinn, hann vill að manni líði vel.
Þetta er eins og því ég bjó í, þetta er rétt jára, þegar ég bjó í, Bandaríkjunum. nei, Bretland. Bretlandi, þú veist, Bretar alltaf, þau spurja alltaf svona, you're right, love, og þú veist, maður alltaf bara eitthvað, og ætlaði svo að fara að spurja tilbaka, en þú veist, það var eitthvað bara að labba fram hjá manni. Og svo sagði kennarinn minn einhvern tímann, ef maður myndi bara segja, actually it's been a really fucking shitty day. Hvað myndi fólk þá segja? Ég held allavega að maður myndi spyrja, já, það er þetta svona slæmt. Já, en þú veist, og ég finn fyrir svona, kannski, eins og þú þekkir mig mjög vel og flestir sem hlusta á okkur gera það, ég svona frekar jákvæð og opin og alltaf brosandi og eitthvað svona, þetta er rosalega þreytandi. En þetta er ég, en þegar manni líður svona eins og heimurinn sé búin að hrynja, að þá, og það var ekkert sem kom upp á, það var ekkert sem gerðist, mér bara líður þannig. Og oft er það sko þegar að fólk er búið að safna miklu í poka, eins og ég kalla, ruslapoka, og það kemur að því að hann springur. Já, og 100%. Þá fær maður það svo heiftarlega í bakið sko, eða fólk sko, ég hugsa þetta þannig. Já. Að þá þarf að nota öll verkfærin sem að kemst í til þess að hjálpa sér, eins og þú ert að gera. Já. Og hafa vit á því að leita til þessara, hvort sem það er bara að fara á heilsugæslu eða annað, því að þetta er meira en að segja það. Já, maður læknast ekki, það er ekki verið að skera þetta upp. Nei, það er ekki hægt. Aðgerð og svo bataferli sem hún veist, já, þú veist, í 8 vikur og það er svona eitthvað lyfja meðferð, stilla það rétt af og eitthvað svona, og svo ertu í talmeðferð og eitthvað svona. En við sjáum hvað gerist. Já, ég hef fulla trú á þessu, sko. Þá bara, gengur þetta allt vel. Ég bara, akkurat núna er ég mjög fegin að við erum að sitja hérna og tala saman. Já, og tala við Stefán. Hann þarf bara, og svo má ekki gleyma því að það er gestur hérna. Þeir sem eru að horfa, ég veit ekki hvort þið sjáið hérna þennan litla hund. Þetta er hún Snúlla, ægiska mín. Hún er hérna með okkur. Já, elsku Snúlla mín. Já, hún er, það heyrist náttúrulega ekkert í henni, en við Snúlla erum búin að vera límdar saman eftir að þetta ævintýri byrjaði. Já. Og verðum það bara áfram, og svo erum við líka límdar svona við þig og já, þannig að þetta er nú en við ætlum að taka smá pásu og koma aftur og fara í eitthvað meira hressandi. Já, eitthvað stuð. Yes. Og við erum mamma, þú ert búin að gera hára og það er mjög lifandi. Já, ég er með svo þunnt og leiðilegt hár. Já, ég líka. Ég mittir uppi núna. Já. En já, við vonum kannski á svona smá alvarlegri nótum á að tala andleg veikindi mín, en nú langar mér bara að fara í smá svona stuð. Já, bara smá stuð, eða smá svona, við ætlum að ræða, ég fann svona nokkur hluti á netinu, við ætlum að spyrja þig hvað þér finnst þetta. Sumt af þessu finnst mér líka. Þannig að þú segir bara hvort þú sést sammála og þú ferð bara all in í bara, kannski er þetta alveg sama, kannski er þetta með mjög mikla skoðanir á þessu. Já, við sjáum bara til. Sjáum bara til. Mér finnst maður ekki þurfa að bera virðingu fyrir skoðunum alla. Já, nú er þetta kjaftstopp. Sko, í flestum tilfellum
finnst mér að maður eigi að gera það. Ok, En stundum er það bara ekki hægt. já. Stundum gengur fólk svo svakalega fram að manni og hvernig það þykist vita allt betur en allir aðrir. Að þá nota ég stopp. Ég vildi ég væri með svona að eins og er bara Dómari. í umferðinni, það er svona stoppmerki sem ég sé í bíómyndum Já. og þá myndi ég bara Já, segja svona gangbreytavörður. Já, og myndi setja svona. já, því að stundum þarf að stoppa fólka. Já, þú veist, mér finnst þetta, fólk talar oft að, þú veist, fólk er svo gaman að vera í sínum bergmálshelli. Mér finnst geggjað að vera í mínum bergmálshelli. Það er ógeðslega gaman þar. Fólk er með bestu skoðanir þar. Og þú veist, það er enginn að rökræða mig þú veist, hluti sem ég veist bara eiga að vera eðlis. Þú veist, þetta er svona eins og, þú veist, ég ætla ekki að fara að bera virðingu fyrir skoðunum Trumps. Eða einhvers. Mér er bara alveg sama hver það er. Já, bara algjörlega. Mér finnst bara, sko, sumir eru bara þannig, þeir eru ekki kallað að vera bestsivissir. Jú. Þeir vita allt bara best. Já. Alveg sama, þó þeir hafa ekki, sko, vita á því, þannig séð, sko. Að það þarf að stoppa þá af stundum, sko. En nefnilega ég held, sko, þú veist, þegar maður á öfugum enda, þú veist, á einhverjum málefni, að þá halda allir að þeir viti mest. Og inn í mínum bergmálshelli, þá höfum við rétt fyrir okkur. Og svona, þegar ég heyri eitthvað segja bara, það er komið nóg af innflytjendum, flotta fólki, þú veist, þá, ég ber ekki virðingu fyrir því. Nei, á máli, sko, mér finnst nú sérstaklega þegar þú ferð út í þetta. Ég skulum ekki bara. Nei, ég meina að fólk gerir bara heldur ekkert greina mun á, sko, hvaðan fólk er að koma eða. Já, ég vil bara allt svo opið. Já, sko, það er bara mjög gott ef að bara fólk allir haga sér. Já, alveg eins og algjörlega. Íslendingar þeir eiga að haga sér. Akkúrat. Já, þá væri þetta allt og gott. Okay, og leyfa þessu fólki vinna ef það vill vinna, en það má það ekki nema einhverju ákveðnu hópar. Já, Skandinavíu eða eitthvað. Ég ruglast alltaf á þessu. Já. Ok, ég ætla að koma með næsta. Það er sniðugt að undirbúa jarðarförina sína. Já, það er ég saman. Já. Viltu vera jörðuð eða brennd? Ég veit það ekki. Ég sko held að sé á. Það er ekki bráðlega. Ég held að sé bara upp á plássi sem að tekur, þá sé gott að láta brenna sig. Já, það er nefnilega það þarf að byggja nýjan. Ég byrjað kannski. Ég veit það. Held að þetta sé orðið allt yfirfullt. Að því leitinu til sko held ég að það væri skynsamlega, en ég veit það ekki persónulega sko. Nei. Ég hef ekki að þannig skoðum, ég ætla bara að skilja þetta eftir hann ykkur. Já, en eins og ég hef alltaf sagt. En ég hugsa bara um plássi. Ég hugsa alltaf um plássi. Já. Í öllu. Sko, eins og ég hef alltaf sagt þá, vil ég deyja á undan þér. Já, það er nú ekki svo gott. Nei, sorry. Það er bara, I don't think I could handle it. Jú. En þú veist, eins og, þú veist, sumir eru með playlista og eitthvað svona. Já, mér finnst það mjög flott. Já, einmitt. Ég vil hafa rock and roll þegar ég dey. Ó, ok. Ekkert ABBA eða. Já, það má alveg vera. Já. Ég myndi bara vilja fara á tónleikum. Eða þú veist, það væri eins og tónleikar. Já. Góð músík, ég elska músík. Og ég er svolítið fyrir þessa, ég er ekki að minna þungarokk, þó ég get alveg hlustað, en ég er svona góða, fallega rocktónlist. Þú vilt að Eyþór Ingi syngi? Já, bara þessir góðu söngvarar. Svona hann gerði í 60 afmælinu. Já, hann gerði það vel. Já, og taka einhverja rockslagara. Já, mín er svona, þú veist, ég vil kannski eitt Queen lag, svo vil ég Beyoncé, Adele,
eitthvað þannig. Já. En þú veist, ég myndi vilja hafa þetta alltaf því ég vil ekki neitt sálm Nei. eða eitthvað svona það má vera einn sálmur sem minnst góður hérna Drottin Já, það er mjög fallegt. flott. En mér finnst líka, sko, það mætti að vera líka hérna flott söngkona Já, sem gæti sungið þessa tónlist. rock and roll. Já. Ok, Það er svo fallegt. hér, sko ég sá þetta einhvers staðar, ég held ég viti hvað þú segir við þessu. Ungt fólk hringir of mikið í foreldra sína. Það finnst mér ekki. Nei? Sko, það er ekkert að marka ykkur systur, þau eru mjög duglegar að Ég var hafa samband. Ég var að leita eftir þessu. og ég vil náttúrulega, sko, ef að í einu fullkomna heimi væri það að ég myndi heyra alltaf, en sumi foreldrar heyra bara ekkert mikið í börnunum. Þannig að, en svo getur verið ástæðu fyrir því, ég meina, getur alveg verið að maður sé með í leiðilegu sambandi við sitt fólk, Já. þá er ekkert gott að eiga við það. Ég sá eitthvað að einhver sagði, þú veist, þau hringi alltaf mikið í foreldra sína og þú veist, ég meina, hvað hefur að segja svona mikið? En ég meina, Óli segir alveg við mig, þú veist, já, ertu búin að heyra með mig í dag? Og svo því ég er bara búin að heyra einu sinni þá er eitthvað, nú er lítið að frétta hjá okkur. Sko, ég er með teika þetta. Já. En mækurinn minn virkar ekki, en ég ætla bara að tala hátt. Ok. Jú, mækurinn minn virkar. Já. Að, sko, mér finnst að ungt fólk og fólk á okkar aldrei. Já. Mér finnst, sko, við alveg geta heyrt oftar í foreldrum okkur mörg hver. Já. Ef að sambandið er þannig. En mér finnst eins og, sko, of mikið á fólki, þú veist, og upp úr 20 sem bara standi ekki í lappirnar án þess að heyri foreldrum. Já, oh það my er God. líka, það er annað líka. Það er annað, sko. Já. Mér finnst að hringja í bara svona til þess að skella og heyra fréttir, það er bara besta mál en að Já, einmitt. Þú veist, mætti í atvinnuviðtal eða what have you on þess að Já. á línunni. Já. Já, þetta er náttúrulega bara því það, þú veist, þetta er svona fólk sem er, já, svona yngri en við, það þorir ekki að hringja, þú veist, í lækni, eða þú veist, að panta mjög lækni og eitthvað svona, þannig að það hringir í mömmu eða pappa til þess að græða það. Til að hringja í lækni. Já. Þannig að þú veist, og ég, þú veist, að maður vinnur með fólki sem á börn sem eru 15 og uppbúr kannski, maður er alveg, vá, síminn stoppar ekki. Já. En þegar ég hugst tilbaka, þá var ég rosalega að hringja í vinnuna þína, það er bara þegar þú varst að lauga. Já, stundum bara mátti ég ekki vera að tala við, þá kannski töluðu þær sem voru að vinna, þær voru hjá Stundum mér. fer þá bara inn í móðu. Já, það gekk nú svo langt, svo það var frábært að einn sem var að vinna hjá mér, hún keyrði þig til læknis þegar ég komst ekki. Já. Og því ég var föst í vinnunni og svona ýmislegt, sko. Já. Málan var bara að redda, þetta var ekki flókið, sko. Það borgar sig að hafa mömmu sem vinnur á kvenlagan vinnustað. Já, veistu það, þetta er alveg 100, bara já, akkurat. Man eftir Það var Anna María, hún var svo frábær. Býr núna á Akureyri. Hún, þegar ég var busuð á fyrsta ári, þetta er ekki gert lengur í dag. Nei. En við vorum busuð svo svakalega illa að rútubílstjóri neitaði að taka við okkur í rútunni aftur. Hann sagði bara nei, þið komið ekki. Við vorum öll bara, þú veist, við vorum í ruslapokkum náttúrulega, en þú veist, það var bara misa, lýsi, skyr, þú veist, ég held að þú veist, þetta voru strákar sem nokkrum árum eldri en ég úr sama, þú veist, úr fellaskóla eða hálfbruksskóla og þú veist, bara út allt náttúrulega, en þetta var í FB. Þú veist, ég held að einhverjir hafi pissað á okkur, þetta var... Oj! En... Já, ég man, ég man þegar að vera í fréttunum að þetta, þú veist, að þetta taka á busunum, sko, hvað fólk var eitthvað hneykslað bara. Já. Besta mála þetta. Þetta, ég meina, ef maður spáir í hvað var, þú veist, að því ég tók líka þátt í því að busa fólk, sko, þetta er bara... Þetta var gengið allt og langt. Alveg skelf, en þá, ég var all út í ógeð og ég, þú veist, var föstudagstór út í Heiðmörk. Þá hringdi ég í Hygge
og þá kom Anna María sem var að vinna með þér Já. og náði í mig. Og af því að ég var hérna með brjósklos í bakinu og Anna María var á bílnum mínum Já. og hérna keyrði mig allt sem þurfti Já. og hún alltaf reddaði þessu í vinnunni. Þannig að þetta er spot on Já. hjá Stefáni að sko vinna að mamma mann sé að vinna á kvenlegu vinnustæði að pabbi manns. Já, sko, Það er redda málunum. já, ég held bara að hver myndi ekki samt? Já, en Er þú veist, þetta- ég menn það voru fyllt af börnum manna sem fóru, krökkum sem fóru bara hérna þurft að labba heim, sko. Já, já, ég Ég veit komst það, í- en mér finnst þetta ægilegt að það sé ekki hægt að bjarga börnunum. Ok, hérna er ég með það ættu allir að fá að nota salerni á öllum stöðum, ekki bara kúnnar. Nei, en málið Það er nei. það getur bara verið erfið stundum. Ég er sammála, ég er líka nei. Á maður að þurfa að borga til þess að fara á Ég klósettið, vil kaupa kaffi. bara að Reykjavíkurborg girði upp þessi brækurnar og seti klósettin aftur eins og voru hérna áður og mér finnst alveg sjálfsagt að borga fyrir það. Já, já. Og sko, ég meina, við erum að fá fullt af túristum Mhm. hérna til landsins og þeir eru ekkert endilega allir á hótelum þarna niður í bæ. Þeir eru kannski búi, segjum bara Hafnarfirði, Garðabæ, leigja einhver B&B og fara svo í bæinn og komast ekki á klósettið nema að þurfa að kaupa sér kaffi eða drykk. Þegar ég er í útlandum, mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt að kaupa eitthvað smá Já. fyrir, en Já. mér finnst líka, þú veist, að það ætti að vera. Já, Þetta var- mér finnst það vanta Stefán, bara fleiri þetta svona var hérna almenningssalerni. áður fyrr Já, og það var alltaf nullið þarna Já. niður frá, þeir lokuðu því fyrir að hafa þessi lista. Er það þessi smiður. rocksafnið þess? núna er galleríðar sem að Já, kveikir á. Já, Já, þar var klósett. það var klósett Já. og svo var niður í bæ einhverstaðar þarna í göttunni, sko Hafnarstrætinu eða Já. Tjörninni, Já. þar var einhverstaðar eða sko þetta getur nefnilega orðið vandamál. Já, Já. Það stífluðust klósetti, við vorum að leyfa ferðamennunum að fara Ég er kannski ekki að tala um inn í búð. Já. Ég er ekkert að fara eitthvað þú veist, inn í Icewear og eitthvað maður fara á klósettið. Ok, ég veit ekki, það er fyrsta búðin, fatabúðin sem er dætt í Það hug. eru náttúrulega svo margar í dag. Já, en bara, en svona, já, þetta er kannski að því ég er með IBS, að hugsa ég svo mikið ég verð alltaf að hafa klósett nálægt. Ég hugsaði þetta líka Já. og mér finnst rosalega leiðilegt til dæmis ef maður ætlar að fara niður í bæ Já. að maður get ekki, ef maður ætlar að fá þessu göngutúr og þú þurfa alltaf að fara inn einhvers staðar að fá þér eitthvað. Einmitt, að ég ætla að kaupa mér Já. eitt Ég vil kaffi frekar þótt ég sé ekki að að drekka borga rosa bara já. fyrir að fá að frá klóstið. Já, ok. Annað eins er nú gert í þessu landi. Við hljóta að hafa efna á þessu. Ok, ég ætla að koma með hérna Ég er bara æst ef við erum að tala um Já, mér klósett. finnst það, ég elska það. Tvennt sem ég langar að spyrja. Hundar ættu að vera leyfðir allstaðar. Sko, þarna kemur þetta já og nei. Ok. Því að sumir hundar eiga að vera leyfðir allstaðar sem eru vel upp aldir og eru ekki látnir vera lausir inn í að þessu það vel upp aldir að maður lendi ekki í einhverju vesinu með þá. Ok. Þau áttu að fara með þá. En ef þeir væri búin að fara í eitthvað svona próf, Hvernig próf? þú veist, bara svona, það væri búið að pröfa að láta hundinn sitja á veitingastað og sjá hvort að hann standist prófið. Já, hann gæti náttúrulega gleymt sér, elskar mig, alveg eins og maðurinn. En ég held að þetta sé bara farið rosalega eftir viðkomandi. Sko, mér finnst að hundar ættu að vera leyfðir allstaðar sem regla, Já. en það ætti að vera bara fullur skilningur af hálfu hundaeiganda að bara, ef hann geltir bara tvisvar, þá getur
hver sem er, eða þú veist, hver sem er með þessa stofnun sagt bara, nei, Aha, já, stopp. algjörlega. Eða hoppar upp á Já. einhvern. Eða hoppar, Já. mér finnst að Það er svona, þú veist, eins og ef þú ert að tala um hundur svo snúllu sem er bara hér, eitthvað. Já. Þú veist, hún er bara, hún Já, er já, ekki að það hreyfa var sig. allt í lagi. Já. En það er náttúrulega, þú veist, það er svona, þetta er mjög erfitt. Já, þetta er mjög erfitt, sko. En þetta sem þú kemur með, ok, það er, ef þú geltir tvisar, það gerir eitthvað svona. Já, Já, bara þú veist að fólk getur bara haft reglur, bara eitthvað, þú veist, sem, þú veist, reglan er hundar eru velkomnir en það er bara skiltin á kaffihúsinu 2 gelt, you're out. Eða, þú veist, hoppar upp á borð, Já, út. já. Þú veist, að fólk getur vera mjög auðvelt að henda hundum út. Já, svo já, er sko- auðvitað, já, eins og bara algjörlega. með, ég sé bara eins og hverjum ég mér, það er bönnuð lausaganga hunda og það er alltaf einhverjir sem halda hundurinn þeirra sé svo sérstakur að Já. hann þurfi ekki að vera í bandi og sko, ég myndi segja svoleiðis fólk bara þýðir ekki að leyfa, Já, já, þetta fer ég er svolítið sammála. eftir, sko. Mér finnst, ég skil ekki alveg lausa göngu hunda, skil ekki lausa göngu katta heldur. Því, Ok, nú skulum við aðeins ég veit það, svona er ég. En það er, þeir eru öðruvísi. Já, ég Já. svo segi sagan, Já. en ég bara á eftir að, Við vorum með Lísu í bandirendar fyrstum sem að það gekk bara Já. vel. Já. Síðan varðum bara alveg morðóð. Já, nákvæmlega, Já. Ok, það, en það er í eðli kattarins. Svolítið. Já, sko, Og auðvitað er þetta í eðli hundarins að hlaupa allt og allt svo leiðis. En sko, ég er bara að tala um reglur. Það eru settar upp Já. reglur. þú ert hrifin af reglum. Ef það eru reglur og það Já. eru ekki fasískar, Já. þetta er bara að hlýða. Já. Já, Já. já. Mhm. Ég er bara að tala um þetta því að ég hef lent í því að bara stærðarinnar sem var bara, þau voru 2, þau voru sko stærri en ég þegar þau hoppuðu upp á mig og sem betur fyrir var ég nú fann að venjast í að vera með hund. Og ég var bara alveg, þú veist, eins og maður verður, fær alveg bara, fyrst kom annar, svo kom Já. einn og svo stóð fólkið og hló. Það fannst svo fyndið, æðislegt hvað hann voru kátir að sjá mig. Ha. Já, Þeir eru ekki verið ánægð að ég fengi hjartaáfall. nei, en Ha. þú veist, þetta er bara eins og ef köttur lappar svona á, þú veist, ef að ég er í heimsókn bara hjá Stefáni og Lísa myndi lappa svona á Já. mig, þá það líður yfir mig, Skulum sko. bara alveg varlega að ræja ketti. Já. Það er ekki fyrst að þessi þáttur komið út. eða- Sko, ég var sjúklega hrædd Er það því svo hrætt við þá? Já, ég ætla að segja, Ég sko, veit ekkert hvað upp á hverju þau taka. Já, Nei. algjörlega, og kettir eru morðingjar bara. Þeir eru en ég, Eru sko, það? En ég menna, þú veist, hundar eru, þú veist, af úlfum eða það ekki. það veit ég ekki, ég veit ekki hvað En það úlfar eru ekki morðaðir eða? ekkert eins og kettir. Ekki þess að hérna, en ok, þannig að það maður þarf bara að venjast allt sem við erum öllu, að ræða sko. er að það þurfa að vera eitthvað svona reglur. Það er eitthvað regluverk í kringum þetta. Ok, við nefnum ekki hanna það. Er það Nei, nokkuð? ég segi svo Stefán, bara þetta sé ekki eitthvað fasisti sem setur þetta upp. Geggjað. Já. Við látum það þá vera loka orðin og ég ætla bara Og finnum bara- fasistan. Við ætlum bara að segja enga fasista takk og takk fyrir að hlusta og ég elska þið mamma mín. Ég elska það líka. Rjómabolla mín.